Komið sæl og blessuð og velkomin til leiks í Íþróttahúsinu við Vesturgötu. Framundan í kvöld leikur IA og KVF. Fyrir margar sækir merkilegur leikur fyrir IA. IA getur komist hér í fyrsta sætið í fyrstu deild með sigri hér í kvöld. Geta til sér einir á toppinn þar sem að Hamarsmenn spila ekki fyrir eftir held ég 2 daga. En fyrir leikinn eru liðin í efsta sæti með 26 stig. Skagamenn getur komist í 28 stig. Skagamenn taplistur á heimavelli. Hingað til í keppninni og spiluðu hörkuleik í síðustu umferð á móti Snæfellingum úti sem unnu leikinn bara á síðustu sekúndunum. En ef við byrjum að renna kannski yfir liðin sem spila hér í kvöld og byrjum á heimamönnum. Númer 1 er Styrmir Jónasson, númer 2 er Kíon Hodges, númer 4 er Daði Már Alfreðsson, númer 5 er Hjörtur Hrafnsson, númer 7 Kristoffer Gíslason, 8 Serdan Stojanovic, 9 Jóel Duranona, 10 Lucien Thomas Kristófis, 11 Július Duranona, 14 Aron Elvar Dagsson, 21 Guðbjartur Máni Gíslason, 24 Viktor Bafútó og þjálfari IA er Óskar Þór Þorsteinsson. Við kíkjum á lið gestana. Það er númer 0 Hallgrímur Árni Þrastarsson, númer 3 er Þorgeir Kristinn Blöndal, númer 4 Benedikt Lárusson, númer 5 Guðni Páll Jóelsson, númer 7 Tristan Ari Beng Margjesson, númer 8 Tómas Andri Bjartsson, númer 11 Illugi Stengriðsson, 15 Arnór Hermannsson, 21 Friðrik Anton Jónsson, 24 Gunnar Steindorsson og 27 Lars Erik Bragason og þjálfari Farur Jóhann Harðarsson. Það leyfum kynninguna að lifa. Númer 12 Illugi Stengriðsson, númer 15 Arnór Hermannsson, númer 21 Friðrik Anton Jónsson, númer 24 Gunnar Steindorsson og númer 27 Lars Erik Bragason. Þjálfari KVF er Falur Harðarsson. Ákoma liði Skagamanna. Númer 1 Styrmir Jónasson, númer 2 Kíon Hodges, númer 4 Daði Már Alfreðsson, númer 5 Hjörtur Hrafnsson, númer 7 Kristoffer Már Gíslason, númer 10 Lucien Kristófis, númer 11 Július Duranona, númer 14 Aron Elvar Dagsson, númer 21 Guðbjartur Máni Gíslason og númer 24 Viktor Bafútó. Þjálfari Skagamanna er Óskar Þór Þorsteinsson. Dómarar kvöldsins eru Aron Rúnarsson og Jón Svan Stórisson. Áfram IA! Já, þökkum Sigurjóni fyrir þessa kynningu. Við rennum kannski yfir hverjir eru í útsendingunni í kvöld. Þá er Guðmundur Korta á myndavélinni, Örn Arnarsson er á tökkunum. Sjálfur er Hannibal Hauksson og með mér Birkir Guðjónsson sem er sennilega að fara að eiga hvað flesta lýsta körfuboltaleiki undir beltið í ITV í ár. Já. Og þú færð það ekkert bara að því bara. En ef við kíkjum kannski aðeins svona á tölfræðaþættina fyrir leikinn, Birkir. Og fremstur í flokki hjá þeim er Friðrik Anton Jónsson sem spilaði nú með í annardeildinni held ég alveg örugglega þegar hann var hérna á venslasamning frá Stjörnunni á svona nokkrum öðrum góðum stjörnumönnum. Hann er með 22,5 stig á meðal til leik og tekur 10,3 frákast. Þetta er strákur sem áttur að láta mikið fyrir sig fara. Eitt sem gæti mata Arnór Hermannsson. Já. Þessi hópur hjá KVF, þetta eru allt ungir íslenskir leikmenn sem nú þekki ég ekki nógu vel sjálfur. Er þetta mikil KR tenging? Þetta er náttúrulega KR hverfinu? Já, stærstur hluti eru KR-ingar held ég. Friðrik er stjörnumaður upplægi. Já. En flestir aðrir eru KR-ingar það held. Ef þetta er rétt munið hjá mig með Friðrik, þá held ég að við höfum spilað flesta leikina á jaðarspökum þegar hann var. En ég er ekki alveg 100%. Ég hef átt að kannski vinna heima en aðeins betur fyrir leik. Já, svo er líka Tómas. Hann spilaði með okkur í 2 ár í fyrstöldinni fyrir 2 árum. Treyjur nummer 8 Tómas Andri, fylgjumst með honum. En ef við kíkjum kannski svona aðeins yfir helstu tölfræðaþættina hjá IA. Skagaliðið er kannski svolítið sérstæðan tillitinn til að það er einhvern veginn svo margir að skila.
tölfræðin hjá IA er að dreifast jafnt og þétt á liðið oftar en ekki með 5-6 leikmenn sem er að skora 10 stig í leik. En ef við fyrir svona yfir stigastu mennina þá erum við þar með Keon Hodges með 17,9 stig, Viktor Bafuto 13,4 fráköst og Serjan Stojanovic 5 stóðsendingar og svo náttúrulega er Kenyon Þjóottur eins og við höfum komið inn á áður og verið að stela var með yfir 4 bolta í leik. Ég þurfti að finna hverju sé það nú. 3,7 í deildinni. Frábær varnarmaður. Frábær varnarmaður. Heldur betur. Það er ekkert endilega sjálfgefið að fá erlenda leikmenn sem að koma á nennan að spila vörn. Nei, alls ekki. Sagan segir að honum finnst það gaman. Já, ég held að hann elski vörnina. Þá eru liðin að gera sig klár til að koma heil til leiks. Mikið undir þessu ég var að segja áður ekki rétt að hann komst. Skagamenn geta til sér einir á toppinn með sigri. Ég held að það sé bara, ef það gerðist, tímabilið 2011-12. Ég er ekki viss um það. Þannig að við erum að tala um... Ég held að sé eitthvað yfir 30 ár síðan að... 90 eitthvað, 90? Já, ég held að. Síðan ég á síðast á toppnum fyrstöldinni. Já, ég held að nefnilega líka. Þetta er svolítið hættulega leikum, en með ekki vannmeta þetta KF-lið. Þeir unnu okkur úti. Þeir eru eina liðið sem hefur flengt okkur í vetur, bókstaflega. Og þeir tæpa 30 stiga sigur þar í Vesturbænum. Og þannig að við þurfum alltaf að mæta klárir og þeir eru með svona, þeir eru með mikið af leikmönnum sem geta sælti. Þeir eru mikla skittur, stóri leikmenn sem geta skotið. Það er erfitt að dekka svoleiðis leikmenn. Þeir eru búin að vera í síðustu leikum, búin að vera, já, við getum sagt, ekki gengið nógu vel. Þeir eru búin að vera að tapa núna fyrir Hamri, fyrir Fjölni, fyrir Selfoss með 1 og síðustu fyrir gegn Sindra, unnu Ármanninga hérna í seinnilutann í janúar. Þannig að þetta eru svona síðustu 5 leikir hjá þeim og 1 sigur, en það er einhvern veginn, maður veit aldrei hvaða KF-lið mæti til leiks. Nei, þeim vantaði 3 leikmenn á móti Selfossi, þeir töpuðu síðast. Já. Og þeir vinna ekki Sindra. Þeir unnu Ármann. Unnu Ármann. Leiknum undan Selfossi og tapa fyrir Sindra úti. Já. Nei, heima fyrir Gjöp. Þetta eru náttúrulega strákar sem eru að spila með KR líka, þannig að þegar KR er að spila, þá komast þeir ekki í leikina. Akkurat. En nú virðast þeir fullmannaðir. Sjáum þetta byrjunin Illugi, Friðrik, Lars-Erik, Arnór og Þorgeir. Þegar menn vinna það á KF. Kenyon, Viktor, Serjan, Kristoffer og Styrmir byrja fyrir IA. Fyrsta sóknin, Kristoffer. Byrjar yfirleitt alltaf vel. Styrmir sækir hana villu. Styrmir í horninu og Brynir fastur. Lars með frákastið, kemur upp, kemur alla leið, skorkar í löppun á sér, skoppaði hann. Glimt að minnast á dómara leiksins. Já, skulum ekki gleyma þeim. Nei, það þekki Jón Svan. Eru að báða þetta slatta leikjum hérna upp á Skaga. Aron Rúnarsson með honum. Viktor. Styrmir undir hverjuna Viktor, vel gert fyrir Friðrik, hann er að blakka þessu í burtu. Arnór er í þriggjastaðskoti, Viktor á mótunum, setur þetta yfir hann. Sterkur með Friðrik í sér, setur þetta yfir hann. Vel gert. Þetta er greinilega að leita svolítið inn á Viktor á fyrstu sekúndurum allavega. Já, Viktor er með hæð á alla leikmenn KF. En á kannski sama skapið, þá getur erfitt að dekka þá. Þeir eru snöggir og Flokkir að skot. Sýnist að vera þetta með villu þarna á Kenyon. Já, Þorgeir.
3 víti. Fyrsta skotið niður. Hann getur líka að þetta 3 stiga skot í Arnar hann ætti kannski ekki að hafa komið okkur á orð, þannig að taka tæp 6 3 stiga skot með til leik en bara 4 2 stiga. Já. Öll víti niður. Þorgeir Kristinn. Það kom Kynján. Kynján. Styrmir í horninu. Óheppinn. Bakast í á Lars. Það er slatljókið Styrmi. Sterkur upp á körnu hana. Kemur stöðin í 8-2. Já, byrja mjög vel. KFM-menn. Viktor fyrir fyrst. Fastur. Viktor með gott frákast. Kemur boltanum út á Sörjan. Viktor gefur ekki pikkið. Arnór rundir hann. Skiptaður yfir á Lars. Sörjan fer á Lars. Setur upp reyður. Það er svona hálfgett handbolta sko. Já, hann er góður í þessu. Mér finnst svona eins og sóknin sé svona smá styrð hjá Skagamönnum. Þeir eru alveg að fá einhver skot en þetta er ekki endilega það sem þeir vilja kannski. KFM. Benedikt kemur boltanum út á Friðrik sem setur hann ekki. Sörjan tekur frákastið. En Kristofur í galopið þrist, hann tekur það. Setur hann ekki. Skagamenn ekki að setja þessi 3 stiga skot, búinn að taka á því nokkur. Arnór, hann fyrir þristinn aftur. Setur hann ekki, Viktor með frákastið. Þorgeir tæpur að stela boltanum. Kemur Kynján. Kristofur í horninu. Hætti við 3 stiga skoti, fyrir að körfunni. Vel gert. Setur hann niður. Frábærlega gert. Það er einmitt fínt ef maður er ekki að setja skotið en þá keyrir maður á körfuna. Akkurat. Það er auðvelt stig. Koma sér í gang. Hilli. Það er okkur Viktori. Vel flott hreyfing. Góð hreyfing hérna í Villuða. Fyrraskotin eru illa. Sæðinskotin er illa. Komið 5 víti hjá KF hérna á stuttum tíma í fyrsta leikunda. Kemur Kynján. Sæðinskotin er að finna svo leysa hann. Tekst það, fær boltan. Kristofur ekki fyrir pikki, notar ekki. Fer að körfunni, vel gert að Sörjan. Klárar það vel. Miklu munni 2 stig. 8-10. Arnór fekk hann að galopið skot, tók ekki Sörjan. Ég held að sé að dæma aðra villun á Kynján, mér sýndist það. Hann er að dæma þetta á gólfinu. Já. Nei. Hvað? Villu á Styrmi. Já, þetta er Villu á Styrmi, já. Það ekki? Jó, mér sýndist það, gerum nummer 1 allavega. Arnór, Kynján til varnar. Borgi býtur pláss fyrir hann hérna. Kynján hleypur í gegn með það. Arnór. Og vörn hjá Kynján. Þetta er svo að tala um á hann. Arnór gefst ekki upp. Endar á því að koma hálfgerð í sendingu. Friðrik verður klár þegar skotbjörn renn út. Gott frákast til Kynján. 3. Hörkuvörn. Þarna voru 3 KF-menn eftir. Hann lá kannski ekki svona mikið á að senda hann. Benedikt. Það er Lars Varda frikiði. Það kemur Arnór. Kristofur til varnar. Arnór býr sér til skot. Það er óöðvöld. Fekk Kristofur hann í loftið. Sóknir að KF er svona ganga frekar smurt fyrir sig núna. Já. Það er létt með að komast þannig vort í skotfæri eða að körfunni. Komast á vítalínuna.
Kenyon, Viktor fyrir undir körfuna. Styrmir í horninu. Setur hann ekki. Skamen 0-5 í þryggjastega. Arnór glæslega sending á Friðrik, spjaldi hittir hann ekki, Kenyon tekur hann, snöggur fram, Styrmir. Alla leið, öðvöld karfa, hraða flumt karfa, við viljum það. Lass. Heppnir þarna, það ekki boltanum, Þorgil náði honum, það kemur Arnór, Kenyon á honum. Býr sér til auðvelt skot, setur hann ekki. Þess að hann byrja skiptingu. En ég gott að hafa meitt sig eitthvað þannig Arnór. Já, mæði mikið á hann í sókninni hjá þeim. Já. Hann dribblar svolítið mikið og hérna. En svo er hann að gera mjög vel líka. Styrmir tekur boltann inn fyrir, já. Aron kominn inn á. Kristófur búinn að fá sér sæti. Og tvöldskipting líka hjá KF, Þorgeir og Arnór fór út af. Tapaði bolti, stólinn hann frá Benedikt. Benedikt aftur, finnur Friðrik, kerir að körfunni með Sörjan á sér. Svona algjört hnoð en kemst upp með það. Villa. Er þetta önnur villan á Sertan? Ég held að þetta sé fyrsta. Já. Þetta sé fjórða villan í að meðan það er ein á KF. Það er tölfræði sem þú vilt ekki vera yfir í. Nei, þeir eru einhvern veginn að gera betur að fara körfuna. Þeir eru að gera það mjög vel, sko. Svolítið. Sörjan. Það kemur upp ekki, þetta er svo undir körfuna, við minnum hann á sér. Sörjan ætlar að fara að körfunni og uppinn hann Styrmir hleypur á stað. Sörjan tók getti og kastar boltanum út af. Benedikt kallar hann í kerfið. Ólulegt. Ólulegt blokkríkjarn hjá Lars Sinnsmer. Sjáum þetta aftur. Já, hann hreyfir sig þarna, tekur Aron Elvar. Klálega. Hárréttindómur. Kenyon. Sörjan, Kenyon fyrir undir körfuna, kemur aftur upp, Kenyon pikið fyrir Viktor. Aron blandar sér í þetta, Viktor með Lars á sér. Hann á haldið hálfbært til nýjan þarna, skrítið. Kemur Lars. Friðrik. Hætti við þristinn, fer að körfunni, setur þetta niður. Það er erfitt að stoppa þetta, hann getur bæði skotið en Friðrik, en svo er hann líka mjög sterkur að fara körfuna. Akkurat. Það er svona... Toga í treyju hérna alveg. Kenyon er ekki að fíla það. Lita að finna fyrir hérna. Það er ekkert að æsa hann upp. Það heldur betur ekki, en þetta er mjög skrítið að það skildi ekki að sjá þetta. Hann hékk í treyjuna svona. Friðrik eftir á Benedikt. Friðrik kemur sér fyrir undir körfunni, Aron á honum. Lítlígi. Inn á Lars, Viktor. Það þarf ekki að hoppa þarna. Nei. Hann er komin í erfitt skot og hann gerir rosalega vel. Og þetta er Evrópuskrifið hana. Viktor, hann þarf að bæta fyrir þetta með þrist. Setur þetta niður, fyrstum þrist í skafana, loksins. Já, það er Viktor. Það var Viktor. Gjörum við hann. Við áttum ekki vona því kannski endilega. Nei, en ég er 1-6. Benedikt ætlar að svara, Viktor tekur frákastið. Aron. Sett sem að galopið inn, Aron sá það ekki, það kemur Kenyon. Því setur inn á plás, boltarregjum, notar það ekki, setur á Sörjan. Sörjan með Friðrik á sig, Viktor kemur upp. Ítlu á mótunum, Sörjan, skakkur.
Aron nær þessu, vel gert, gott sóknarfrákast. Kemur boltanum beint inn á Viktor. Ekki dæmt. Það kemur hérna klikkar á leifinu, Viktor náður truflan. Við erum að komast yfir núna. Já. Vel gert hjá Kynjón. Góður snúningar undir körnur og Skagamenn komnir yfir, 17-16. Friðrik í langan þrist. Setur þetta beint ofan í. Þetta er úrst að segja, þetta er eitt af opnunum hans. Já. Virkilega öflugur strákur. Sörjan sækir boltan. Það er pláss eftir að Viktor býr til fyrir hann. Sörjan upp á körfunni, setur þetta niður. Vel gert hjá Sörjan. Klár í vörninni. Hallgrímur fyrir utan. Missir þarna boltan. Viktor nær þessu. Sörjan. Náði ekki alveg hraðaflöfunu. Kynjón galopin í horninu. Setur hann ekki. Viktor með sóknarfrákastið. Vel gert. Finnur Kynjón aftur. Kynjón leggur á stað á körfunni. Klárar þetta. Vel kláraði hún. Ánægður með Kynjón. Hann er að gera árás hvað eftir annað. Ef að skotin ekki þetta, keyra það á körfuna. Vel klárað hjá honum. Já, þetta er líka, ég sé engan stoppa þennan mann inn á þessu velli. Það er bara þannig. Hann þarf bara að fatta það. Benedikt. Kemur sér í hálfpartinu vandræði. Kemur boltanum út á Hallgrím. Hallgrím er í sömu vandræðum. Setur þetta ekki niður, Viktor með frákastið. Leiktími rennur út. 21-19. Skagamenn yfir hérna eftir fyrsta leikluta. Það er eiginlega ótrúlegt þegar við séum yfir. Það er eiginlega ótrúlegt. Já. Það er Kallabakar í skotið sem er að fara að skipa sér sess hérna. Já. Jón þarf að velja hérna einhverja skotmenn. Þannig að hérna skotmenn eru að grípa boltana og koma sér fyrir. Kannski rennum við stigahæstu menn. Hjá Skagamönnum eru 5 menn búin að skora. Styrmir með 2 stig, Kynjón 6, Kristoffer 2, Sörjan 6 og Viktor 5. Hjá KA fyrir einnig 5 menn búin að skora. Þar eru stigahæstir Arnór og Friðrik með 5 stig hvor. Lass með 4, Þorgeir 3 og Illugi 2. Já, við erum að skjóta ágætlega í tveggja stiga. Við erum með 55% nýtingu en þriggja stiga erum með 12% nýtingu. Það er kannski ekki alveg nógu góð. 1 af 8. Við erum með 90% tveggjastiga. 9 af 10. Við erum 55 í heildina. Já. Það er eitthvað sem við getum unnið með. Já, klálega. Á meðan að KA með 50% tveggjastiga og 28% tveggjastiga. En fylgist þetta með, eins og sagði hann, Kallabakar í skotinu. Inneigning Kallabakar í velun. Aðeins að stöðtu. En já, þetta er skrítið að við skulum vera yfir miðað við hvernig leikurinn spilaðist. Sóknin hjá KF miklu þægilegri einhvern veginn. Já. Og sóknin hjá okkur hefur ekki alveg verið að, þetta var svona einstaklingskörfur. Já. Hraðarplöfin hafa aðeins verið að hjálpa okkur. Já. Þau hefur náð stopp með vörninni, keyra á þá dálítið, auðveldakörfur. En svo er spurning hvernig hvort að muni bekkinn. Hvort liðið með meiri breidd. Já. Við svona einhvern veginn viljum halda því fram að við séum með meiri breidd en það var bara eins að þetta kom í ljós held ég. Það líður á leikinn. Sjáum Júli er komin inn hjá IA og Arnór er komin inn á hjá og Lúsien komin hjá okkur. Já. Númer 10. Viktor fær smá hvíld núna. Arnór. Það spilur tekið fyrir hann, ætlar að finna boltan og lasa aftur, nærði ekki. Fylgist þegar skot úr horninu. Þó vorum við ekki að kaupa þetta hjá Benedikt. Nei, þetta var klaufulegt hjá Lúsien samt. Fara í hann í svona skoti. Býður hættinu svolítið heim. Já. Sörjan. Og Kynjón. Sterkur þarna Kynjón. Gerir þetta vel. Ég held að hann sé að finna það. Já. Að þeir eru ekkert að stoppa hann.
Lars, vel gert til Lars, enda með Júlíus á sér, fyrir svona svipar hefur gáðan, notar hann ekki núna, Arnur í horninu, hætti við skotið, kemur boltanum á Friðrik, sem leggur til alla á mútið Aron Elvari. Aron stendur vel og Friðrik kemur þessu niður. Nú sé hann, leggur á stað á mútið Arnur, þetta er vel gert hjá honum, óöfinn hann að missa aðeins taktinn. Arnur, Friðrik, opinn þrist, og hann lætur ekki dösa þetta þessar. Kemur KF yfir aftur 23-24. Serjan kemur yfir. Síðan Aron galopar undir körnunni, Lúsien sér það, finnur hann Júlla í þryggjastega. Óöppin, Kynjum með frákastið. Lúsien aftur fyrir þristinn. Hoppa hann út fyrir, setur hann ekki. Júli með annað frákast, gefum boltanum að Aron. Aron fyrir erfitt skot undir körfunni og klárar þetta. Vel gert hjá Aroni. Góð barátta, sækja sóknarfrákastinn. Skagamenn komið 5 sóknarfrákast á móti engu sóknarfrákasti hjá KF. Það á að hjálpa Skagamennum á fleiri skot. Serjan spjaldið, hann ætlaði að gera það. Júli næstu búinn að ná þessu sóknarfrákasti. Arnar kemur upp með boltann, Lúsien kemur sér langt upp á mótunum. Friðrik átti að grípa hana, Kristoffer kominn á hann á leið. Friðrik hefur hæðin á Kristoffer. Kristoffer brýtur á honum, milli hann á gólfinu. Hallgrímur tekur boltann inn fyrir KF. Arnar býtur pláss hann undir körfunni, sækir svo boltann. Kemur inn á Lars. Lars með Júlla á sér. Þeir eru að fara aðeins meira inn í það Viktor á bekknum, skiljanlega. Þeir hafa núna styrkinn og hæðina á okkur. Akkurat. Þeir eru að fara að taka hérna víti númer 6 og 7 þegar að tapa 3 mínútur liðinu á öðru leikluta. Í hefur ekki tekið 1 víti í leiknum. Nei. Það er athyglisvert. Sérstaklega í ljósi þess að Skaginn er að keyra körna. Já. En við höfum verið með góða nýtingu kannski. Þeir eru kannski ekki að gefa... Já, 90%. Kannski eru menn að dæma eftir því, ég veit það ekki. Það er ekki árið hvert. Lars brennir fyrir skotinu. Fyrsta víti sem er fórkvörðið með að KF fyrir kvöld. Setna líka, Kristoffer með frákastið. Síðan finnst Serjan. Síðan kemst á smá flugbröð, þá er Aron galopinn í horninu. Setur hann ekki, vel gert til Lúsien. Júli opinn og grípið ekki, endur boltann í höndun á Friðrik. Þetta er fínt skot sem Aron er að fá. Vel gert hjá Serjan. Stilur þetta boltanum, Friðrik var að búast til pláss undir körfunni og Serjan allar leið. Hvernig sett hann þetta niður? Það var eitthvað spinn. Já, það var eitthvað spinn á þessu. Hann sett hann eiginlega undir hringinn í spjaldið og hann í. Það var komið fram hjá spjaldinu, hann setur hann í spjaldið held ég. Já, ég held hann að vera líka. Lars, upp á körfunni og Lúsien með geggja. Sko, jæja, dómarinn hérna langt undan á velli sér þetta betur en dómarinn undir körfunni. Sjáum þetta hérna hjá Lúsien áðan. Já, það er kannski aðlega hann dæmir þetta aldrei seint. Já, hann gerir það. Við erum komin í hraðarstöpp, þá ákveður hann að flauta. Það er aftur á vítalínunni. Setur þetta í við núna. Setur þetta líka niður. Skiptir svo við Illuga. Viktor kemur aftur inn hjá Skagamönnum.
Sördsson tildi sér aðeins á bekkinn. Aron fór líka út af. Og Lucien, fyrir flugbraut, geggjað. Lucien ekki sáttur, vill fá okkar fyrir hins nú þarna, fekk ekki. Arnór galheit, enginn á mótunum. Viktor leggur á staðinn. Þarna hættir við, Júli mættur, Illi, Lucien. Stillur þessu upp, kemur boltan fram að Júlla. Það er að skoppa hann til Kristofers. Brotið á honum, fyrstu vítaskott Skagamann á leiðinni. En eitt svona hraðupphlaup hjá Skagamönnum sem að mögulega skila þeim stigum. Já, þeir hafa verið duglegir í því. Og fyrsta leikliðið tekið, ég sá ekki hvort það var KF í það. Já, ég held að KF sé að taka leiklega. En þetta var vel gert. Fljótið fram með boltan og hérna Kristoffer komur sér allavega körfuna hann brjóta á honum. Akkurat. Það getur líka verið fínt að hérna koma sér á línuna. Byrja á því einhvern veginn svona, veist, fyrir liðið. Akkurat. Sjá það og sért að skjóta vítum og... Já, líka þegar Kristoffer búinn að hafa svona hægt sig. Hann með 2 stig á þessum tímapunkti í leiksins yfir þetta að koma með 10 plús á þessum tíma. Þannig að það má segja kannski að í hann inni. Þetta Óskar gerir bara ágætlega. Hann hérna, Kristoffer byrjar aðeins að skjóta og Styrmi líka. Og þetta ekki að detta í þeim. Og koma aðeins á bekkinn og svo koma það bara aftur inn á. Ég þá skotað eftir. 7 leikmenn búinn að skora hjá IA en þá bara 5 hjá KF. Friðrik stigastur með 10 stig. Komið 10 stig, það Skagamönnum eru í efni stigastir, Kenyon og Sördsson með 8 hvor. Kenyon búinn að setja 4 af 4 tveggjastigaskotum og klikka á einum þrist sem hann reyndi. Sördsson 4 af 5 í tveggjastiga og 0 af 1 í þriggjastiga. Enda Skagamenn bara búinn að setja eina þriggjastiga hverfi í 11 tilraunum. Já. Farnir úr fínum 12% niður í 9%. Akkurat. Sóknarfrákastin í eins og við komum inn á hann, þau eru 5. Sóknarfrákast KF fyrir ennþá 0. Skagamann að vinna frákastabaráttunni yfir höfuð. Kristoffer setur fyrsta víti niður. Setur víti líka. Gott að setja niður vítin. Styrmi komin inn á og byrjar á að dekka Arnór. Sjáum að Kenyon fær hvíld núna, Kristoffer sterkur upp á móti Friðrik sem leggur stað móti Viktori. Viktor gerir erfitt skot fyrir hann. Júli gerir vel hann að blaka boltanum til Viktors sem nær frákastinu. Þeir eru að skipta núna. Nú er Kristoffer byrjar að dekka Friðrik og Viktor þá inn í teik til þess að taka mótunum þá ef hann að dræfa. Gott að Kristoffer kannski aðeins snögg. Ég veit ekki hvort Viktor langar að tróða þessu en svo allt í hennu bara, nei, ég hugsa ég gera það ekki. Það sem betur fyrir hann og brotið á honum. Sjáum þetta aftur. Sýnist það að vera Illi sem brýtur hana. Viktor komin á línuna. Setur fyrir vitinu upp. Grafar þögn hérna í húsum þeirra skýtur. Setna vildi klika en Kristoffer mættur. En eitt sóknarfrákast í það. Ég held hann alltaf að skjóta þarna. Já, Júli. Leggur að stað upp á körfunni og upp inn. Tekur sóknarfrákast upp sjálfur. Þessi erfitt skot og setur þetta niður. Vel gert í Júlla. Júli er búinn að koma inn í þessa leikinu alltaf með þvílíkan kraft. Já. Það er alveg sama. Þegar Júli kemur inn á þá kemur hann með kraft. Já, Friðrik er í langa tvist. Viktor óöfnir hann ekki frákastunni en Lucien næði. Leggur að stað mútið Friðrik. Tölur snöggri. Styrmir í hotninu. Þetta er ekki Júli. Vel gert. Glæsileg sending að Styrmi og vel klárað hjá Júlla. Frábært hlaup líka hjá honum. Hann kemur sér í opna stöðu og akkurat. Og öll leið. Kemur sér 10 stig fyrir í allt í hennu. Eitthvað villu að. Kenyon á leiðinni svo inn á eftir. Arnór kemst þarna auðveldlega upp á körfunni, kom engin hjálp en... Nei, Viktor á að hjálpa þarna. Styrmir. Leggur að stað að körfunni, vel gert. Vel gert í Styrmi. Hópar hann 1 og 1. Þorgeir. Fyrir komið til Viktor, Viktor blokkar þetta. Kemur svo fyrir undir körfunni og byrður boltan.
Friðrik í bakinn á honum, Viktor leggur á stað. Snýr sig vel, aðeins og fastur, óheppinn, hann er slegið í netið þarna. Júli er búinn að vera í baráttunni í öllum frákostum. Heldur betur og fær hérna verðlauna klapp fyrir framistöðuna sína að vera að skipta við Kynjón aftur. Kynjón er búinn að hlaða aðeins batteríinn og Júli gerði það mjög þægilegt fyrir hann. Nú sé hann kemur strax í prestuna Arnór. Ætlar ekki að gefa honum einhvern auðvitað dag hérna. Friðrik kemur ykkur kikki langt upp á völlinum. Þessu undir körnum með Kristoffer á sér. Og Kristur á hotninu upp. Lars sýndist mér, var þetta ekki 3? Jú, sýnist það. 3 stig voru þetta. Spilmir. Kristoffer kemur út. Leggur á stað á Friðrik. Vel gert til Kristoffer, fær hann villan á Friðrik. Fjórða villan. Á KA, fá önnu villan hjá Friðrik. Kemur líka boltan upp. Nú sem byrjum hann, færa hann. Þorkir í bakinu, leggur á stað. Þetta var hárrétt. Það er sama, hann er rosalega lengi að flauta þetta. Já. Þó að boltinn fór ofan í, þetta er klár villa, sko. Já, það var bara villa og víti. Þetta er náttúrulega bara, já. Sjáum þetta natúr, þetta er bara klár villa. Ég veit ekki hvort að Þorgeir veit ekki að við erum að taka leikinn upp og sjáum þetta allt aftur. Því ekkert að mótmæla þessu. Og síðan setjum vitið niður. Skaman 4 og 5 vítum. 5 og 6. Lúsín er búinn að koma sterkur inn. Spila hörku vörn og hérna duglegur líka svo. Algjörlega. Arnór með glæsilega sendingu. Það var Lars þarna, ég veit ekki hvor þeirra tóku það. Nei, ég er ekki viss. Nú sjáum við þetta nattur. Þetta er Lúsín. Ég hugsa samt að Statti gerir þetta örugglega Viktor því hann er líklegri með sín blokk meðaltöl. Ég held að það séu 2 og hann er komið með 2 núna. Já. Þegar hann fara þetta. Arnór tekur boltann inn, Friðrik hleypur langt. Það sækja hann, Arnór kom boltann á Lars sem náði ekki senda niður. Lúsín, Kristoffer. Kejón. Óheppinn. Vel gert hjá Lúsín og Viktor er þessi ekki. Þorgeir kemur upp. Þannig Lars hætti við, kemur boltann á Friðrik. Friðrik nær einhvern veginn og sveiflaði svona í. Kristoffer er í þrist. Þetta er staðurinn hans. Þannig er þetta. Ég held að Óskar verður bara að segja það en hann sé ennþá í fyrsta leikluta. Já, það geti virkað fyrir hann. Þá sjáum við 2 eða 3 viðbót. Já. Arnór vísir alltaf til skemmtilega. Það kemur sér skemmtilega inn í teginn. Gríðarlega yfirvegaðar á boltanum. Já. Virkar líka svo auðvelt fyrir hann. Já. Ég held að sé það bara. Já. Það virkar það ekki, þetta er það. Kristoffer, skemmtileg sendingin á Viktor með Friðrik á sig. Friðrik á 2 villum. Sóknarvilla dæmd á Viktor. Kemur Arnór upp, Kynjón mættur á hann núna. Lúsín skiptir aðeins á honum. Lars þarna, býtur pláss fyrir Arnór sem fer ekki skotið en fer í svona skrítið skot. Lúsín með frákastið. Kemur boltann með Sörjan, Kristoffer hleypur fram. Sörjan. Og Kristoffer fer í þristin aftur. Óheppinn hann það. Boltinn endar í Illuga. Sem finnur Arnór strax. Arnór upp á körfunni. Það er villuna. Þetta enda á Kynjón, sýndist mér. Það er villan hans í leiknum. Það er 1 mínúta og 48 sekundur eftir af öðru leikluta og þar lendi fyrir áleik. 43, 35, Arnór með 2 vítaskot.
Setur félagskvöldi niður. Munurinn í 7 stig. Setur líka niður. Góður leikur í Arnóri hérna í fyrri hálfleik. Sergeant kemur yfir, sækir boltann, Kristur býtur pikki fyrir hann og gerir það aftur. Og er að finna Viktor út í körfunni, gerir það ekki. Núna leggur hann á stað, Sergeant kemur eftir honum. Boltinn endur í höndunum á Viktori en búið að dæma villu. Bónus, ég heldur bæði lið sem komin í bónus. Já, mér sýnist það, já. Þá er fínt að Sergeant fara á línuna. Öruggur á vítalínu með ykkur 80+% vítanýtingu. Tómas er kominn inn á. Tómas Andri. Hann spilaði mýja hérna 2021-22. Bæði þau tímabil. COVID tímabilin. Já. Sergeant klikkaði fyrir vítalínu. Það var náttúrulega bara búinn að klikka, þá var það ekki meira. Setja niður. Arnór fær þarna fyrir marga metra. Býður eftir honum, Lars kemur í pikkið, Arnór ekki truflar í þessu skoti. Hvað er þetta frákast? Vel gert hjá Viktori. Sett hann bara hann í spjaldi og tók hann svo sjálfur. Þá kemur Kinjón. Þannig að Kinjón átt að finna Sergeant. Viktor með Arnór á söndi körfunni. Það er ekki óskasta Kinjón. Engi vill að dæmt þarna. Arnór á Lars sem klárar þetta. Þannig með Sergeant, 38 sekundur eftir á leiknum. Skamundur að taka svona snögga sókn til að ná að halda klukkun undir 24. Vel gert Kristoffer. Skamenn koma til með að fá, tæft. Það er 1 sekund á milli skot og leikklukku. Arnór sér það og ætlar að spila leikinn út. Kynum verður að passa sig, komið 2 villur. Það er ekki gott að fá friði núna. Hann var ekkert verið að spæra klukkunni, lástu bara Arnór um það. Lars, Býti galopið skot þarna. Viktor fattar ekki hvað lítið eftir, 3 sekundur. Sergeant. Vissi ekki hvað hann átti að gera þarna. Þetta var ekki góður endur á leiklutanum fyrir Skagamenn. Hálfleikstölunar eru því 46-42. Ef við rennum aðeins yfir stigastu menn þá er það Skagamennum. Sergeant kom með 9, Viktor Kristoffer sem er mættinn til leiks hérna í öðru leikluta. Kinjón með 8, Viktor með 6, Styrmi með 4, Lucien 4, Júlíus með 4, flott Ingo með honum og Aron með 2. Og við kíkjum aðeins hjá KF. Þá er Arnór orðinn stigahæstur með 14 stig, Friðrik með 13, Lars 10, Þorgeir 3, Illugi 2. Athyglisvert að það er einungis 5 leikmenn hjá KF búin að skora í leiknum. Þannig að það er orðin 8 hjá Skagamennum, vonum að Super 1 hjálpi í seinna leik, en við tökum okkur örstutt hlé og komum svo með seinna leikinn að vera með skori.
Velkomin aftur til leiks, kæru áhorfendur. 1 mínúta og 7 sekúndur í að seinni hálfleikur hefjist. Staðan 46-42 fyrir IA. Skagamenn búinn að vinna báða leikhlutana með 2 stigum. 21-19 í fyrsta leikluta, 25-23 í öðru leikluta. Kaflaskiptir leikluta kannski. Skagamenn voru slakari aðilinn í fyrsta leikluta, voru samt yfir. Svo voru KF slakari í öðrum leikluta en komu með gott comeback í lokin. Nú er það 3. leiklutinn sem er ofta einstaklega Skagamenn verður, en við vonum að svo er ekki raunin hér í kvöld. Leikmenn KF að gera sig klára. Skagamenn ennþá bekknum. Rennum yfir þá sem að byrja seinna leikinn á KF. Það er Arnór Hermannsson, Þorgeir Kristinn er þarna, Illugi Steingríms, Friðrik Anton og Lars Erik. Lars Erik, Friðrik og Arnór búinn að fara mikið fyrir þeim í þessum fyrirháleik. Skagamenn með Styrmir, Kenyon, Viktor, Kristoffer og Sörjan. Álagið hjá Skagamennum einhvern veginn dreifst aðeins meira heldur en hjá KF. Sjáum hvort að það hjálpi í lokin. En hér er allt reiðu. Styrmir tekur boltaninn fyrir Skagamenn. Seinni hálfleikur hafinn. Viktor, finnur Kristoffer með Arnór á sér, Kristoffer finnur Styrmir horninu, Sörjan innan leikur stað, stoppar, finnur Kristoffer, 7 sekúndur skotklukku, Kristoffer galopið fyrstur. Góð byrjun á Skagamönnum. Fyrsturinn hafa ekki verið vopnið þeirra hérna í kvöld. Nei, Kristoffer kom með 2 eða ekki? Jú. Hann og Viktor einu sem búinn að skora fyrstar í kvöld. Það er hárrétt. Við verðum að halda áfram að skjóta. Arnór fyrir í erfiðan þrist, setur hann ekki í. Styrmir vakandi og tekur frákastið. Sörjan Viktor kemst undir körnum með minnum að ná sér. Sörjan ætlar að góla máðan og gerir það og Viktor klárar þetta ekki. Það er sákla frákastin ekki heldur. Viktor óheppinn á það. Fór allt eins og dótt að fara nema skotið, þá kemur Friðrik. Setur þetta ekki í, Viktor, sterkt frákast. Þorgeir gera nú lífið leitt af það, tókst að næstu því. Vel gert hjá Styrmi, fær 3. villin á Friðrik. Friðrik þurfti ekki að brjóta hann, Styrmi var komin í pínu vandræði, hann var eiginlega bara að hlaupa út af. Allavega að pröfa 1-2 í 3. og sjá hvort hann detti í gang. 0-3 í 3 stiga, en 2-2 í 2 stiga. Kristoffer, Friðrik snærna, reyndi. Styrmir óheppinn, gott sóknarfrákast til Viktori og Kristoffer aftur í þrist. Vel gert hjá Styrmi, óheppinn hann það. Kristoffer óheppinn með skotið, Styrmir óheppinn með að bjarga sinna á. Styrmir, Þorgeir leysir þetta vel, finnur Lars, Illugi, leggur stað mútið Sörjan. Sörjan, góð vörð hjá Sörjan, þvingar Illugan í erfiða sendingu sem það var á engan. Styrmir kemur upp í boltan fyrir Skagamenn. Friðrik tekur á mótunum með 3 villur. Kennir á hann á móti Illuga. Finnur Sörjan í horninu, fær Friðrik upp í loftið. Óheppinn, Styrmir hann að galopinn út beitt fyrir utan. Óheppinn með þessa sendingu upp, kannski full erfið sending. Hann var náttúrulega galopinn Styrmir. Hann var nefnilega galopinn. Arnór nær boltann sjálfur, heppinn, finnur Lars, en vel gert til Viktori. Og Styrmir alla leið. Illugi til varnar. Kristoffer setur þetta ekki niður. Skagamenn geta einhvern veginn ekki keypt körfu núna. Boltinn dattar þannig í gólfið beint fyrir hendurnar á KF-mennum. Gert hjá Kristoffer, næra, óheppinn kemur svo beint á Friðrik sem finnur Arnór í horninu sem er galopinn. Setur þetta ekki. Frákast hjá Lars. Það er ekki betur upp. Illugi. Innan mættur, Styrmir kemur í hjálpina, vel gert, boltinn út á í Arnór. Fer í þristinn. Þetta endur í Kenyon. Sörjan, ekki mikið skorast, 3-0 í þessum 3. leikluta á 3 mínútum. Nóg að tækifærum. Viktor, Kristoffer, Friðrik á 3 mínútur varnar. Það er samt að gera skot að servið. Illugi finnur Arnór sem að
sko, þetta er rosalega skrítin villu. Ég nenni nú ekki að vera eitthvað að pyrra með dómarunum, en þetta var mjög skrítið. Þannig að skotmaður komin í bölvu vandræði með Viktor Stórn á sér, hann stendur bara beint í loftinu. mér sýnist það. Stekkur beint upp, hendin upp. Ég er ekki hissa að hann sé leiður í þessari villu. Kemur hér á velli, ég tók nú ekki eftir númer hvað þessi villa var, en ég get fundið það. Þetta er ekki þriðja villan hjá honum. Þriðja villan Viktor. Já. En það er nóg eftir. Það er nóg eftir. Júli kemur inn, hann komið góð engum á hann. Vorum að gera aftur hún af, Arnór á vítalinni. Barnett. Fyrstu stig KF í öðrum, nei í seinna hálfleik. Setur bæði víti niður. Kenyon. Kristoffer. Sörgjan hafði þetta. Góð vörn hann hjá Þorgeiri, stilur þessum bolta. Illugi, Júli læra þvælst fyrir honum. Vel stólið hann hjá Kenyon. Slæðir hann út af. Slæðir hann út af. Vel gert. Nú vantar svona aðeins, nú það Kenyon kannski aðeins að taka yfir eða Serdan, veist. Já, Óskar tekur leikli. Já, hárið rétt, ég held að þessi góð ákvörðun hjá honum. Aðeins að fara betur yfir þetta, hvað við gert betur. Akkurat. Staðan er 3-2 hérna eftir 3,5 mínútu í öðrum leikluta, þannig að það er svo sem ekki mikið af tölfræðarþáttum til þess að fara yfir, en þessi þriðji leikluti fer skringir af stað. Já. Bæði liðið einhvern veginn í brasi með að skora og sóknarleikurinn einhvern veginn svona Skamin hafa eitthvað að fá hérna opin færi þannig. Já, mjög fín færi. Þetta virkar svona núna dálítið eins og það lið sem að hérna næra koma sér í gang á næstu 3 mínútum. Það mun einhvern veginn leiða svona aðeins áfram núna. Akkurat, ég held ég hárið eftir þér. Og ég hugsa það sé þess vegna sem að mitt Óskar tekur til leikli, hann sér þennan möguleika og það er bæði tækifæri í þessu fyrir Skagan, það er hérna aðeins að koma sér í gang, en svo ef að KF þeirra hitta skotunum, þá getur verið erfitt að eiga við á. Það er nefnilega málið, þeir geta hrokkið í gang. Það tekist þér staða í frákostum að Skamin hafa tekið 32 frákostum móti 17 frákostum hjá KF. KF með 10 stóðsendingar á móti 8 stóðsendingum hjá Skaminum, 6 stolnir boltar hjá KF og 9 hjá Skaminum, fullt af stolnum boltum. Auðvelt innkatskerfi sem virkar og Erik setur þetta niður. Kenyon, vaskir upp á móti. Kenyon finnur Sörgjan, Sörgjan fer ekki í skotið. Beckland á bumpið, notaði það bara til að setja boltan spjaldu hann í. Vel gert hjá honum. Ég held að ætlaði að dæma villa á þetta. Já. Arnór Kenyon. Friðrik skrampi mörg skrefa þegar hann greip boltan en setur þetta niður. Hörku skitta hann. Friðrik. Sörgjan. Sérðu bara á hann á 3 villum. Kenyon, illi á honum. Þetta sem KF fær, 2 stiga leikur, 51-49. Arnór finnur Friðrik aftur. Friðrik vísir til einhverju stöðu, er samt ekki alveg með þetta. Erik, þristinn. Setur hann ekki. Sörgjan nærður þessu frákasti. Mikið að frákast þarna. Sörgjan. Finnur Kristó undir konunni, Styrmir galopnandi í horninu. Það er Júli líka, óheppinn hana. Gott skot. Gott skot til Júla, átt að taka þetta, galopinn. Vel gert hjá Styrmi. Óheppinn að ná ekki að stela þessum bolta hana. Lasse Erik vill fá okkur fyrir sér snúvill, menn að Styrmir hafi farið við baki á sér. Skipti ekki að Skamin Sörgjan setur sér á bekkinn, Lúsien kemur inn á. Lúsien að fara að dekka Arnór. Tókum eftir aðan Birgir þegar Lúsien var á Arnóri, hann fékk engan frið. Nei, hann er segur í vörninni Lúsien, mjög segur.
Og galopinn Arnór, Júli reyndi að koma, offset, Styrmir með frákastið. Skagamenn hefnir. Styrmir, óheppinn hann að Kiljan. Sjáum þetta nettur. Styrmir veit af hann og veit hvað hann getur hoppað hátt. Þetta var eitthvað á fjórðu hæðina, þessi sending sko. Hann tegði þetta bara lengra og lengra. Kiljan, Styrmir. Erik til varnar, erfitt skot. Erik náði ekki blokka þetta. Boltinn endur á Friðriki. Þorgeir, allalega körfunni, óheppinn. Það er sama vandræðum við báðum liður núna. Kiljan, nú fer hann alla leið. Setur þetta niður. Mikilvægt stig. Það var brjóta hennan múr sem var bara byggjast hérna í stigaleysi. Arnór, góð vörn í Júla, Kristoffer kemur í hjálpina. Hleypar hann aftan í Arnór, óheppinn. Hárrétt villa. Kemur Aron Elvar inn á fyrir Styrmir. Friðrik tekur boltinn inn. Kemur boltinn með Arnór, Lúsín mættur. Friðrik hægt að koma upp í pikkið, Kristoffer kemur til hjálpar, Lúsín áfram á varnarli. Arnór. Vel gert, frábær hreyfing hjá Arnóri, kemur boltinn út á Erik, hann sett hann áðan. Hann setur hann aftur. Þingamurinn 1 stig, 53-52. 3 mínútur og 50 sekúndur eftir að þriðja leikunda. Kiljan, Aron, Kristoffer, Júli sækir hann. Leggur af stað, þeirra körfunni, vel gert. Dæmdur ruðningur. Já, þetta er klaufalegt. En sóknin hjá KA fer rosalega mikið í gegnum Arnór og Friðrik. Mjög mikið. Þorgeir fer á bekkinn á KF, Július fær sér hvíld til Skagamönnum. Hallgrímur kemur inn á KF og Viktor hjá IA. Sjáum hann nú sinni strax mættur í Arnór. Friðrik, Kristoffer á sér, leggur á stað, Kristoffer, sterkur. Friðrik erfið eitt svona afturbakk stökkskot og setur þetta niður. Kemur KF-mönnum yfir, 54-53. Þetta var fín vörn Kristoffer. 12-7 fyrir KF í þessum þriðja leikunda. Lúsín, inn á Viktor. Vel gert hjá Viktori, sterkur upp á körfunni. Erik, Viktor á mótunum. Finnur Illu að hótaskotinu fer ekki í það. Kristoffer er næstu búinn að stela þessu bolta. Illu kemur boltanum út í hornið á Arnór. Sem setur hann ekki. Nei, þetta var Hallgrímur fyrirgefið. Viktor með frákastið. Viktor nær. Rosaleg sendingin. Kiljan nær þessi sem betur fer. Leggur af stað. Kristoffer fyrir þrist. Setur þetta niður. Það var mikilvægt karfað þrist að vera. Það var einhvern veginn bara eitthvað rugl í gangi. Ljótasta sókn leiksins. Já, ég get tekið undir það. Það hefði enginn gripið þessa sendingu nema Kiljan. Nei, heldur betur ekki. Við sjáum núna að eftir að Lúsín kemur inn á, hann gerir leikinn hjá Arnóri miklu erfiðari. Arnór var allt í öll í sóknarleikum. Erik sterkur hann undir körfunni, góð snúningur hjá honum. Það var rétt það. Villa á þetta. Þetta er, ég ætlaði að segja það. Fjórða villan á Friðrik. Arnór fær hérna tæknivillu. Þetta er ekki það sem KF þarf. Við vorum komnir yfir í leiknum. Við vorum bara að spila mjög fínt. Heldur betur. Fjórða villan á Friðrik, það er áhugjefni fyrir þá. Og tæknivilla á Arnór. Friðrik fer af velli. Tristan Ari Bang kemur inn á, ég held í fyrsta skipti í leiknum. Falur kallar hérna sína menn til sín á meðan Skagamenn taka þessi víti. Það er Kristoffer sem fer á línuna. Kristoffer skotur fyrir niður. Annar skotur fyrir niður. Þriðja og síðasta skotið.
Spennur. Já, 3 stig, vel gert. Sjáum að þetta er svona þessi handboltan og Lúsín er eiginlega bara að taka Arnór úr umferð. Arnór þess að búið til pláss, fær boltan. Leggur á stað, Lúsín heldur áfram, Viktor kemur í hjálpina. Arnór undir körnuna, finnur Hallgrím í horninu, setur hann ekki. Sóknar frákast hjá Tristan. Finnur Arnór. Prikkið, skiptir hann við. Óöfnir hann það, fekk boltan í löppin á 5 sekúndur á skotklukku. Skiptir ekki skafinu, Kristoffer kemur út af, Sörgsen kemur inn á. Hann er örgulega þreyttur Kristoffer núna. Búinn að spila vel hérna í þriðja leikluta. Arnór tekur boltan inn, finnur Erik var beint í skoti, endur bara 3 sekúndur á skotklukku og setur þetta niður. Erik er að eiga hérna flottan leik. Lúsín, finnur Sörgsen inn á Viktor, finnur Kynjan í horninu, setur þetta niður, fyrsta skotið hans held í þriðja leikluta. Sjáum að stigataflan er þetta vitlaus, það er 64-59 eins og stendur í okkur. Já, er ekki? Jó. 5 stegmunur. Og leiðir þetta, flott, Erik. Fer á móti Aroni. Aftur snúninginn, þarna mætir Kynjan, óöfnir stígur út að það er að stila þessu bolta. 7 sekúndur á skotklukku. Það er sama áðan. Nú var Arnór að koma, en þá var Lúsín mættur. Erik. Og skotklukkan rennur út, geggjum vörn með skamunum. Það er svo bara glimt í þetta, komum boltanum í fyrsta play og hann gátt ekki klára það. Glimt í aðeins. Viktor líka lærir að mistöngum áðan. Akkurat, tekur ánuskotið núna og leifur að dræfa. Akkurat, Kynjan, finnur Sörgsen. Viktor býst við pláss undir körfunni. Kynjan veit að heldur utanum hann að hann er ekki að reyna við boltan í þetta. Athyglisverð vörn. Sjáum þetta aftur. Kynjan kemur boltanum og hann bara heldur utanum hann. Það er ekki verið að reyna við boltan hérna. Fjórtán sekúndur á skotklukku, 47 sekúndur eftir að þriðja leikluta. 64-59. Skagamenn með boltan. Sörgsen kemur boltanum Viktor. Viktor finnur Lúsín fyrir utan. Lúsín hóttir skotinu, fer ekki í það, finnur Sörgsen sem gefur hann með Viktor. Óheppinn hann það. Hann hafa bara getað lent og tekið þetta aftur. Hann má klúra nokkrum auðvöldum færum hérna. Hallgrímur. Aron stendur vel. Tristan, og kemur boltanum á Arnór. Lúsín mættu að sjálfsögðu. 7 sekúndur á skotklukku. Arnór býr sig til. Hann hafði skrítinn sóknarleikur hjá Tristani en kemst upp með það. Kynjan. 10 sekúndur eftir að þessum leikluta. Skagamenn ætla að vera klókir og spila þetta út. Viktor kemur upp í pikkið, Sörgsen. 4 sekúndur. Sörgsen. Á Kynjan. Kynjan í engu jafnvægi. Náði ekki alveg að grípa boltan hann það. Ágætis skot. Ágætis skot. Góð sending hjá Sörgsen en aðeins og lág. Þessi þriðji leikluti að baki. 17 stig hjá KF-mönnum á móti 18 stigum frá IA. Þetta er minnsta skorið í leikluta í þessum leik. Og þetta var skrítinn leikluti. Já, hann var það. Það er svona tímabilið eins og KF væri svona aðeins að taka yfir 100. Svo fáður hérna Friðrik fær fjórðuvilluna og Arnór fær tæknivillu. Já. Og svona breytir aðeins leiknum, finnst mér. Það gerir það. Gott í stað var ekki 52-50 eitthvað álíka fyrir, eða 54-52 fyrir KF. Já. Svo koma Skagamenn snúa sig við og þessi vendipunktur svona í þessum leikluta. Ég ætla ekki að segja leiknum. Það er þessi fjórðavilli af Friðrik og tæknivillan hjá hérna Arnóri. En við kíkjum kannski aðeins á stigastum menn, þá er það Kristoffer. Hann var stigastum 18 stig, það hefur farið lítið fyrir því kannski. En Lasse er ekki ráðin stigahestur hjá KF með 20 stig. Já, munar með þess að þrista sem Lasse setti þarna. Gerir það. Seint í leiklutan, eða miðjan leiklutan. Sjáum við
Skallabakar í skotið. Og öppin. Það er ennþá 5 menn búin að skora hjá KVF og 3 af þeim eru búin að skora 64 stig. Nei, hann getur ekki passað. 54 stig þá. Já. Það passar, 54 stig. Arnór með 16, Friðrik með 18 og Lars með 20. Þetta eru mennindi sem að ÍA þarf að stoppa. Friðrik vissulega á bekknum og Arnór hann þarf að hvíla sig aðeins núna. Lúsíen náði að gera nú lífið erfitt þarna í þeirra kom inn á í þriðjuglega. Frábær vörn. Já, það mæði mikið á Arnóri. Friðrik með 4 villan, hann fara að hvíla aðeins. Hann kemur inn á svona eftir 2-3 mínútur held ég. Akkurat. Þeir þurfa á honum að halda. Koma KF-menn. Serjan með skrýtna vörn og fær eðlilega villu. Held hann að reyna að stoppa sóknina þegar Lúsíen lá þarna. Já, ég held að hann enda þetta líka þvílíkur liðsmaður. Koma gott innkastkerfi Illugi en Viktor er mættur. Blokk. Tristan fyrir aftan hann. Við sáum Viktor fyrir undir. Saman Gunnar Steindorsson er komin inn á hjá KR í fyrsta skipti held í þessu leik. Serjan fer fram hjá Illuga, vel gert. Vísir til skotið sitt, aðeins og fastur. Viktor har blakað þessu, beintið hendur á Illuga. Gunnar kemur upp með boltan þá, Lúsíen mættur til hans. Tristan, finnur Lars Erik. Mættur á Gunnar finnur Lars hóta skotinu. Viktor stendur, hann hoppar þarna, hann er svo að koma sér fyrir. Lars ofir hann það, vill fá villu. Já, Viktor náttúrulega hoppar upp í hann. Hann gerir það. Friðrik væntanlega kom inn á. Gerir klára hann fyrir skilja. Já. Serjan, vel gert hjá honum. Skrítin villa hérna hjá Gunnari. Dómarinn er eitthvað að hugsa sig hérna, við sjáum þetta aftur. Þetta er mjög sérstök villa. Já. Sjáum hvað dómarinn er ákveða hérna. Hann er visslega að reyna við boltan, en meir en það. Já, hárrétt. Ég held bara hárrétt. Ég er alltaf að skoða þetta. Það var hérna, var á vesturgötunni. Gefið tíma til þess að skoða þetta. Spóla tilbaka á YouTube. Þetta sé það sem þeir eru að vinna með. Búinn að skoða það. Dómarinn heldur. Kemur Friðrik inn á. Skiptir við Tristan. Serjan á vítalínunni. Skafinu 9-11 vítum. 10-12. 11-13, skemmtilegt tilhörun að það er KF líka. Bæði liðir eru búin að taka 13 víti og hitta 11. Já, það er alveg snýting. Já, það geta bæði liðir sátt í það. Skafin takk inn á boltan aftur, Serjan. Lúsíen. Ginjón reyna að búið út á ás. Aron kemur í pikki, Lúsíen leggur stað Friðrik. Þetta er hárrétt ákvörðun hjá honum, þetta er hárrétt ákvörðun. Þetta er svona verkjum körfuboltagáfu. Friðrik var aldrei að fara að leggja sig fram í þessari vörn með 4 villur. 8 mínútur eftir rúmar 8 mínútur eftir af leiknum. Já, hann veit að hann verður að halda sinna og hann verður þá að gefa aðeins í staðinn. Ginjón með stólinn bolta, hann ætlar að fara að tróða þessu, hætti við það. Vísir til eitthvað furðulega erfitt skot. Og byrjar hann Lúsíen.
Þarna vil Kynjón fá okkar fyrir sin snúð líka. Friðrik tekur boltan inn. Kemur boltan mitt og skimur aftur á Friðrik. Aron mætir honum. Það þarf að mæta Friðrik, hann getur skotið öðurlega langt fyrir utan. Ég held að sem er besti þryggjasta nýtingur í deildinni. Sýnir okkur hérna af hverju það er. Driblaði upp allan völlinn og tók þetta skot langt fyrir utan og setti það niður. Kynjón. Lucien ætlar að svara þessu þrist. Og fastur, illuð með frákastuð. Illuð leikur staðinn, Kynjón og Viktor, vel skert. Boltinn endur í höndunum á Viktor, vel skólið á Kynjón hana. Lucien kemur sér yfir miðjuna, vel gert. Serjan, reyna að finna svo lausan hérna, Hallgrímur. Komið vörn á hann, Aron kemur í prikki, skiptir hann með Friðrik. Serjan, og hann bara fara á hann. Nei, við fá Viktor á hann. Það er ekkert vitlaust. 2 sekúndur skottilfug, Kynjón þarf að skjóta. Já, vel gert. Dæmið ekki hverfum. Sjáum ekki skottilfuguna þarna. En 68-62. Skamen að vinna hann að leikta með einu stíi. Arnór aftur inn á, Lucien heldur á uppteknum hætti. Boltinn inn á Friðrik, tíminn á hann, Serjan og Aron, þá var einhver opinn. Hann tæpir hann, Lars-Erik, Arnór finnur Friðrik í horninu. Skiljið einhvern annan eftir hann. Já, þetta er ótrúlega fastæði í vörninni. Já. Minkar þetta niður 3 stig. Þetta með Kynjón. Bílsins, hann átti bara að fara alla leið. Nú fer hann í þristinn. Setur þetta beint niður, vel gert hjá Kynjón. Það var Jón Þórðarsson kallaði til leiks. Sjáum þetta aftur, Kynjón galopinn og setur þetta niður. Þau ættir alltaf að þrífa gólfið, hann gerði það ekki. Kemur Arnór, Lucien er hættur að dekka hann, Kynjón ætlar að taka við honum núna. Friðrik kemur í pikki, Lars-Erik, Gunnar kemur smá vandræðin, kemur boltanum á Hallgrím. Það kemur hann ekki. Gunnar stilur þessu bolta. Þegar í áttan á körfunni setur hann ekki. Viktor, þetta er heitur bolti núna. Já, hann virkar þannig núna. Serjan, nú skal hann bara stilla upp og vera skynsamir. Það er málið. Fá okkur að góða sókn. Hárrétt. Friðrik var aldrei að fara upp í þetta skot. Nei. En ég var hissa Viktor að setja ofan í hins vegar. Það var ekki með háa nýtingu þarna megin í kvöld. Nei. Og vel gert, Arnór þarna. Villan á Lucien. Ekki segja góð villa þó svo að Arnór sé 3 vítaskipti í kvöld. Vel gert, góð sending hjá Lars-Erik inn á Arnór sem fyrir á vítalínuna. Já, var Kynjón að fá villuna eða var það Lucien? Sannlega Lucien, Kynjón er allavega ennþá bara með 2 sekúndur stafnir. Já. Arnór heldur upptöknum hætti og setur bæði víti niður. Þórinn 6 af 6 í vítum. Viktor. Lars-Erik núna að gæta hans. Serjan. Kristoffer komur aftur inn í á skagamennum. Serjan í þristinn upp úr engu. Þetta var ekki gott skot. Nei. Kemur Arnór upp í boltan, Lucien aftur fram að dekka hann. Vel lesið Viktor. Gjörðu svo vel. Já. Gjörðu svo vel. Við spilum þetta ekki í slow motion samt. Þetta var í rauntíma.
Arnór var ekki sáttur með þessa sendingu þessar áðan, hann ætlar að bæta fyrir að Friðrik fer í þrist upp úr engu, setur hann ekki, Lucien með gott frákast þarna, Gunnar truflar hann, Kinjón, Kristoffer, setur þetta ekki, Viktor með sóknar frákastið, vel gert Viktor, finnur Kinjón aftur, Skagamenn ætlar hann að róa þetta aðeins niður, 10 sekúndur á skotklukku, Kinjón, Lucien í horninu, vel gert. Ég ætla 1 sekúnd á skotklukku, ég ætla að gefa Lucien risastórt kredit þarna. Friðrik á honum. Hann veit hann ekki að fara að taka þessi í skotinu að verjast. Og hvað gerir hann? Tekur ekki skotið, heldur keyrir aftan á körfunni. 1 sekúnd eftir á skotklukku þarf að setja þetta niður. Gríðarlega vel gert. Kristoffer. Varnar á móti Friðrik. Friðrik fyrir boltan, fær hann ekki. Arnór, Lucien á honum. Arnór, vel gert hjá Arnóri. Talandi körfuboltagáfur. Lars að fá tæknivillu. Þetta eitthvað uppsafnað. En sjáum með... Hann talar við dómara. Hann breytir einhverju dómar, hann að ég held að hafa nú ekkert verið átáðan í Arnóri. Það sýndist mér ekki þarna. Og mér sýndist hann heldur ekkert biðja neitt. Sjáum hérna Friðrik að hann fær 4 villur hérna í þriðjuleikta. Og hann að spila vel í sókn. En hvað hann hefur mikil áhrif í vörn. Þegar einn leikmaður hættir að spila vörn eða getur ekki dekka sinn mann, hvað það opnar allan völlinn einhvern veginn. Það nákvæmlega sem búið að vera að gerast hérna. Hann komin á bekkinn síns mér. Það þreföld skiptingi væntum hjá KF, hann ekki ánægður hann Falur. Sko, nú Friðrik sestur á bekkinn en það 4 inn á, fekk hann skiptingu eða? Nei, það ekki búið að gera neina skiptingar held ég. Kemur þessi skipting. Hallgrímur og Gunnar fara völli ásamt Friðriki, Tristan, Illugi og Þorgeir kom inn á. Sörgjanna vítalínu í 77-67. Kemur þessi 11 stig, það er 4 mínútur og 25 sekúndur eftir að leiknum. Lucien tekur boltan inn. Kinjón sækir hann, 24 sekúndar skotklukka hjá Ía. Kinjón. Svo er í barðunum hverjum á múti Lars-Erik. Býtur pláss hérna fyrir Kinjón sem kemur mattur inn á Viktor. Sörgjann galopin í horninu, kallar á boltan. Villa dæmd. Villa Lars. Sýndist þetta gefa merki 21. Já, leður þetta hérna 27. Friðrik til mikilla gleði, hann vildi ekki fá 50 villur og hann hafði að setja á bekknum. Viktor í langan tvist, Kristoffer er búinn að koma sér fyrir út körfunni en það var ekki nóg Tristan með frákastið. Það kemur Arnór, 4 mínútur eftir, 78-67. Arnór í þrist. Óopinn hann Arnór. Sörgjann, Kristoffer, ekkur til allegu hérna, sterkur hann Kristoffer, kemur sér liðið, glæsilega gert af Kristoffer. Komið 20 stig. Arnór. Það er skalopinn. Þessi sending hjá Arnóri var geggjuð. Kinjón, Sörgjann galopinn á þetta, biður hann, fær hann ekki. Kýtíkur undir körfunni þarna milli Arnórs og Viktors. Þá fær Jón Þór að koma inn á. Já. Var þetta ekki Lars? Lars-Erik. Já, var það. Mér sýndist, ég sá bara það er á 4. villan hans. Jú, þetta er Lars. Þetta er náttúrulega bara sami varnarleikur á hann. Haldið utan á manninn, þetta er mjög skrítið. Sörgjann tekur boltaninn fyrir Skagamenn, kerfi í vændum, Kinjón, vel gert, og inn á Viktor. Já, ekki dæmt, Arnór. Ég sá þetta ekki nógu vel. Arnór hérna með boltan, Kristoffer nú bara að dekka hann.
leggur af stað, Sörgin kemur í hjálpina, vel gert. Þorgeir næstu búinn að missa boltann, hún missar hann enn. Villa dæmt. Kristoffer að leika sér í eldrinum hann að algjör óþarfi. Hann fannst þetta ekki vera mikið villa. Það virkaði eins og hann takir bara boltann enn. Komin hiti í húsið, það við viljum það. Arnór. Sörgin mættur. Lasseri kemur í pikið. Viktor komur upp mútið Arnóri og Lars með Lúsín á sér undir. Arnór finnur Illuga. Illugi verið í skítið treyst og tekur frákast næstu sjálfur. En boltinn endar hjá Lasseri. Arnór. Og vel gert hjá Kristoffer. Það að slá boltann í hendurnar á Kynjón sem hann hörnum ekki að Viktor nær honum. Kynjón. Þannig voru Skaven ekki alveg með klukkan á hreinu. Voru ekki nógu fljótir yfir miðju. Og Jón Svan lætur það ekki fram á sig fara. Nei. Og leikhlé held ég. 80-67, 2 mínútur og 32 sekúndur eftir. Við kannski gefum okkur smá tíma í að kíkja á tölfræðina. Ef við tökum stigaskorið, Kristoffer Már 20 stig, Kynjón 16, Sörgjan 14, Viktor 12, Lúsín kom með 8 stig, Júli og Styrmi með 4, Aron Elvar með 2 og við kíkjum þá á KVF. Það verður ekkert breyst þar, enda 5 menn sem hafa skorað. Stigastur með Friðrik Anton með 24 stig, situr á bekknum sem stendur með 4 villur. Lasse ekki komið 20 stig, Arnar með 18, svo Þorgeir með 3 og Illugi með 2. Frákastinn, það oft sagt að frákast vinni leiki. KF með 23 varnarfrákast, 4 sóknarfrákast. Ía 11 sóknarfrákast, 34 varnarfrákast, 45 frákast í leiknum. Sem segir okkur það að þeir eftir eru búin að taka fleiri skot í leiknum. Ía er búin að taka 65 skot á móti 59 skotum. Já. Liðið er búið að frákasta rosalega vel hér í kvöld, bæði í sóknarvörn. Það er hárrétt. Mjög vel. En það er nægur tími samt fyrir KF, 2,5 mínúta, það getur mikið skeið á þeim tíma. Það er alveg klárlega. Við kannski gefum aðeins leiknum hans Viktor Sveiga, hann er með 12 stig, hann er með 15 fráköst, hann er með 3 stólna bolta, hann er með 3 blokk. Þetta er fínasta lína. Já. En leikurinn er að fara aftur í gang. Tristan. Skaven, Kynjón. Gunnar komið til varnar. Lúsín. Leggur blata á móti Benedikt. Benedikt með góða vörn hann það. Lúsín. Misti boltann. Kemur boltanum á Gunnar sem setur þetta niður. Þetta var góð hraðarblip sókn hjá KF hana. Hann er sér til leikmann sem skorar hjá KF í kvöld. Þar kom það. Kynjón, Viktor býtir pikkið. Skaven eftir að koma boltanum kannski svolítið inn með Kynjón núna. Nei, inn á Viktor sig, hann er langstæðstur á vellinum. Sörgjan fyrir Tristin, setur þetta niður. 83-69, það er 1 mínúta og 38 sekúndur eftir. Skaven komin með þetta svona hálfa leiðin í höfn. Gunnar fyrir erfiðan tvist. Sörgjan tekur frákastið. Kemur hann á Kynjón, Kynjón leggur af stað. Kemur hann á Lúsín, Lúsín Tristin. Setur hann ekki niður. Tristan með frákastið, kemur boltanum á Benedikt. Langur fram, Tómas. Setur hann niður. Og Tómas mættur á blað líka. Þá kemur hvað, 5-föld skipting hjá Skagamönnum. Júlíus, Hjörtur, Jóel, Guðbjartur og Styrmir komin inn á. Einnig Guðni Páll komin inn á hjá KF, fæði held í fyrsta skipti í leiknum. Já, ég held það. Hjörtur, Gunnar. Skrýta vörn, það er hann vilja. Hjörtur að fara á vítalínuna.
Setur fjölskyldu niður. Vel gert að Hirte, kemur inn á og setur bæði skota niður leið. 2 stig komin í sappinu honum. Benedikt fer alla leið, erfitt fyrstur, Jóel með frákastið, finnur Styrmir. Kemur það byggja frá Júliusi, finnur Hjört sem fer beint í þristinn. Setur þetta á nýð. Þannig finnst þetta ekki leiðilegt. Nei. Hann allar í 15 stíð. Hann líka veit alltaf að hann að fara að skora. Nákvæmlega. Benedikt. Guðbjörn stundur varnar. Július kemur til hjálpar, Hjörtur. Móti Gunnari, Gunnar setur þetta. Guðbjörn með frákastið. Guðbjörn kemur upp með boltan, finnur Jóel. Jóel og Styrmir. Styrmir á Hjört, hann ætlar að skjóta. Hann gerir það. Setur það ekki. Á höfbinn hann Jóel, hann er ekki frákastinu. Langur fram, Gunnar. Það er brostið út af, gerir það þó ekki. Fyrstur horninu, mistur hann. Tristan með gott sóknarfrákast. Setur þetta niður, vel gert Tristani. Klárar í bakkan, 88-73 þegar 7 sekúndur eftir. Skagamenn að landa hérna enn einum heimasýrunum á þessu tímabili og ekki bara það. Þeir að tilla sér á toppum. Já. Skagamenn. Enn betur. Stórtíðindi. Stórtíðindi. Og það er svo bara að sjá til. Ég held að sé leikur á morgun. Ég ætla að finna það hérna áður en við klárum þessu útsendingu. Það er leikur á föstudaginn. Á föstudaginn? Já. Þá eru restina af leikjónum í deildinni. Skagamenn verða þá alltaf á toppnum þangað til, en skrítinn fjórði leikluti í raun og veru og kannski vendipunkturinn er fjórða villan af Friðrik. Já, það var eiginlega þannig. Og þessar tæknivildur sem þeir fá svona klaufaskapur hjá þeim eru orðin pirraðir. Engin ástæða til þess að vera að æsa sig. Þeir eru ennþá inn í leiknum. Alveg hárrétt. Og ég held að vera líka að hrósa Lucien fyrir þessa geggjuðu vörn sem hann tekur á Arnór. Arnór er, hann dóminerar sóknarleiki er að fram að þessum tímapunkti og Lucien, ég ætla ekki að segja hann sláandi á laginu, Arnór var mjög góður þó að Lucien var komin en hann gerði honum allt erfiðara fyrir. Arnór þetta beita miklu meiri orku í það sem hann var að gera heldur en áður en Lucien kom. Já. Og eins og við ræddum á þann, línan hans Viktors var líka geggjuð. Ég ætla að segja ykkur hvernig næsti leikur er, manstu að Birkir eða á ég að finna það? Hjá okkur, það er á föstudaginn eftir rúma viku á móti Breiðablik úti. Breiðablik úti, 21. febrúar, það er mjög góð dagur, myndum það. Já. Svo er heimaleikur á móti Hamar, 27. febrúar. Hamar er hittliðið sem er að gæla í toppinn eins og er með okkur Skagamönnum. Þannig að við viljum sjá fullt hús hérna á Vesturgötunni, 27. febrúar. Já, ef eitthvað tíman, þá er þetta tilefnið. Akkurat. En Guðmundur Kort, Örn Arnarsson, Birkir Guðjónsson, Heiðar Mar, hann var líka kredit, sjálfur heiti Hanna Blöksson, þakka kærlega fyrir kvöld, verið sæl.